Herðu, þá ætlum við að fara í það sem kallast innsetningaraðferðin. Þetta er stundum kennt með því að nota U til að setja inn fyrir X, en við ætlum að nota öðruvísi leið til þess að reikna þetta. Og þetta er svolítið tricky efni, þannig að við ætlum að kíkja á þetta og vona það besta. Sem sagt, hérna er þessi regla. Það er þetta hérna. Og þessi regla segir að ef við erum með heildi á þessu hérna formi, þá er lausnin tiltölulega einföld, hún er bara svona. Ok, en þarna er F og þarna er G og þarna er G diffra og þarna er stóra F, þannig að við ætlum að taka eitt inn í sýndæmi og skoða þetta hérna aðeins nánar og sjá hvernig þetta er sambærilegt við þetta hérna. Ok, sko eitt trikkið með innsetningaraðferðina að það er að sjá að ef við kíkjum á regluna, svo hérna er eitthvað g af x og hérna er g diffra af x. Þannig að dæmið sem við fáum að það þarf að vera einhvers staðar hluti af því er g af x og einhver annar hluti er g diffra af x. Það er að segja ef maður tekur einhvern ákveðinn hluta, til dæmis þennan hérna hluta, og ef maður diffrar hann hluta, þegar diffrar x í öðru pluss 5, að þá færðu 2x. Þannig að ef þú diffrar eitt hluta, þá færðu annan hluta af dæminu. Þannig að við sjáum hérna að g af x er sama sem x í öðru pluss 5. Og g diffra af x er þá 2x. En byrju, hvað er þetta f af x þá? Hvernig kemur það inn í? Skoðum þetta hérna. Þetta er samsett fall f af g af x og við erum að segja að þetta hérna sé g af x. F af x er þá bara x í tíundaveldi. Svo allur þessir hérna partur, það er þessi hérna. Hérna er g diffra af x. Þetta leiðir til þess að f af x er sama sem x í tíunda. Til dæmis ef þú tækir þetta hérna tvennt og myndir rita þetta sem f af g af x, svo verður hvað er fallið f að gera við þetta g af x? Það er að setja það í tíundaveldi, þannig að við tökum g af x og setjum þetta í tíundaveldi. Ok, þannig að það sem við erum komið hérna er að við erum komið með okkar f, okkar g og okkar g diffra af x. Þá getum við einfaldlega sagt að heildið af þessu hérna x öðru pluss 5 í tíundaveldi sem 2x dx. Það verður sama sem stóra f af g af x pluss k. Og þá þurfum við bara að finna hvað er þetta stóra f af x. Það skrifum hérna fyrst, því að við erum ekki með lengur í skjánum, skrifum fyrst hvað er f af x. F af x var x í tíundaveldi. Þá er stóra f af x, það er þá 1/11 x í 11. Ef við differum þetta hérna, þá fáum við þetta hérna. Ok, þá getum við haldið áfram með þennan hérna part og við segjum f af g af x. Hvað gerir stóra f? Stóra f tekur g af x og setur það í 11. veldi. Þetta verður x öðru pluss 5 í 11. sem kemur bara okkar pluss k. Svolítið trikki aðferð en kannski með erfiðasta sem við gerum. Tökum annað dæmi. X í fjórða mínus 7
sinnum 4x í þriðja dx. Hérna sjáum við að þetta átt að vera í áttundaveldi. Sjáum hérna, ef við tökum þenna, diffrum þetta, þá fáum við þetta hérna. Þetta er svona lykilatriði við innsetningaraðferðina. Að hérna, svona. Þannig að við segjum að f af x, það sem það gerir, það tekur eitthvað, x, og setur í áttundaveldi. G af x er x í fjórða mínus 7. G diffra af x er þá 4x í þriðja. Við getum þá skrifað þetta sem stóra f af g af x pluss k. Hvað er þetta stóra f af x? Það er 1/9 x í 9. Þetta er 1/9 x í fjórða mínus 7 í 9. veldi pluss k.